Í Landnámssetrinu í Borgarnesi eru tvær grunnsýningar, landnámssýning með sögulegum staðreyndum og Egilssaga Skallagrímssonar. Þar er einnig söguloft hvar list Íslendingasagnanna hefur verið endurvakin með uppsetningu á yfir 30 verkum í eins konar baðstofuflutningi ýmissa listamanna. Að auki er þar metnaðarfullu veitingastaður og gjafavörubúð. En á hverju Landnámssetur? Hún er komin að því að ég vann stærsta hluta af lífinu sem leikstjóri eða leikhúsi og höfundur, leikari til að byrja með. Svo gerðum við okkur, það gerði svona tilvíðun að við gerðum okkur það til, sérstaklega bara til ánægja að verða fararstjórar á hestbaki á sumri. Í 20 sumur var ég að ferðast yfir hálend Íslands útlendinga. Þetta voru alltaf vikuferðir, Kjalarferð, Sprengisandsferð, Kárahnjúkaferð, Lungufjörur. Alltaf skipulagt sem vika með reyndum reiðmönnum, en svona við verðandi heila viku og kvöld eftir kvöld með sama fólki. Það var óbúslega þakklátt auðvitað að sitja með gítar og syngja lalalala, en líka að vera með einhverja flotta sögu staðinn, svæðið. Svo ég stundum sagt að fjallaeyjundur er besti aðstoðarfararstjóri sem ég hef verið með á fjöllum, að fara yfir kjöl og hérna skulum koma í hellinnas fjallaeyjundar, það skulum segja ykkur draugasögur og segja hvernig hann faldi sig fyrir byggðarmönnum og hvernig sýslumaðurinn ætlaði að ná honum. Hvert hérað er með eina Íslendingasögu. Ég hafði ekkert lært að meta Íslendingasögunar fyrir ég fór að lesa sérstaklega þegar eins og til þess að fara úr Fljótsdalnum og inn í Vestur-Öræfin að Kárahnjúkum, þá bara riðum maður alveg bara næstu með blaðsíðu fyrir blaðsíðu gegn Hrafnkels og Freyskoða. Alveg seint eins og maður er að fara hérna í kringum fjöllin, komandi hérna Skorradalinn og farandi hérna undir Grímsstaðamúlanum vestur í Hnappadal, þá er bara Egilssaga bara fyrir fótum hans. Bara þess að Snæfellsás út á Nesi. Svo fór fólk að spyrja mig, en er ekki eitthvað safn? Fólkið, það fattaði ekki þessa sögur nema að segja það fyrst frá landnámi. Þetta eru allt landnámssögur. Þetta eru sögur af fyrsta fólkinu í landinu, allar Íslendingasögunar. Hvernig landnámi gerðist, hvernig fundu landið, hvernig könnuðu það og hvernig settu stað og hver fjölskylda. Og fólkinu fannst þetta svo merkilegt að við skyldum vita upphaf okkar sögum með nöfnum á fólkinu. Er ekki eitthvað safn sem segir frá þessu? Nei. Og svo var það kannski það sem alveg toppaði það, þegar við fréttum það að hönnunarhópur sem var að vinna landnámssýningin í Austurstræti, það verið ákveðið að þetta alls ekki að segja neitt frá Ingólfi Arnarsyni eða þessari landnámssögu sem við höfum í gömlum textum. Það er fróðiskrifar, það er Íslendingabók og landnáma. Nei, ekkert segja frá því. Að það gæti verið vitleisa, því það lifði í munnlegri geymd í 250 ár. En við hefum í 800 ára litið á það sem okkar sannarlegu sögu og hún er svona ímynd okkar Íslendinga. Þetta byrja kannski að við maður að fussa og sveigja yfir því. Hvað andskotans vitleysingar eru þau að ætla ekki að segja þessa sögu? Og Orri Vésteinsson sem er sonur vina mín, svo ég alveg búinn að þekkja frá það smábarn og er mikill kunningi mín. Ég fór að diskutera þetta við hann. Hann leiddi fornleifar uppgröftinn og gerði þessari sýninga í aðsætti. Hann sagði, okkur er ekki að segja eitthvað frá Ingólfi Arnarsyni. Kjartan, við gerum það ef við finnum nafnspjaldið hans. Annars það getur bara verið einhver álfasaga. Nei, þetta er einhver fótur fyrir þessu. Því mín kenning er svo að þessar sögur eru til að sanna að þessi ætti landið. Hvernig áttu afkomendur Egils Skallagrímssonar að sanna að þeir ættu landinu allir í Borgarfirði? Með því að segja, þeir kunnu hvorki að lesa henni skrifa. Nei, en sagan lifir og til þess að varði... Segðu söguna, kynslóð fram að kynslóð, hún var svona eins og pappír upp, þetta er landið okkar. Og þess vegna er næstum svona saga til í hverja einasta héraði á Íslandi. Þetta er bara teóría, en hún er voðalega líkleg. Þetta segja þjóðháttafræðingar og aðrir, þetta er ekki sagnfræði. Allt inni bara sögðum við, þannig yfir eldhúsborðið, við Sirri heima á Hringbraut, já, heyrðu, landnámssýning. Þeir ætla ekki að segja frá landnáminu sem er allt þetta sem við vitum gömlum bókum. Ég hefði svo fundist það sjálfsagt að vera með sérstaklega deild á það. Heyrðu, þá gerum við þetta bara sjálf. Við skulum bara skrifa niður lýsing á því hvernig okkur fyndist þetta að segja landnámssöguna og þá eina af Íslendingasögunum með að því að þetta er til að vekja áhuga þessum glæsilegu bókmenntum. Hver er flottust af Íslendingasögunum? Heyrðu,
langglæsilegur sem landnámssaga Egilssaga og hún sko að bókmenntalegu gildi alveg við hliðina á Njálu en það hvergi eins nákvæmlega lýst landnámi einnar fjölskyldu eins og í Egilssögu í smáatriðum og þessi svakalega magnaði karakter við tölum við á upp í Borgarfirði hvort að þeir hafi einhvern áhuga á að við gerum þetta þar. Svo við höfum samband við Pál Brynjarsson og sveitarstjórnar sem það var. Það vill svo til, við vissum ekkert það. Þeir voru búin að vera að velta því fyrir sér í mörg ár hvort það var ekki hægt að gera eitthvað með Egil og Egilssögu til að stoppa ferðamannin í Borgarnesi. Svo voru við búin að vera, ég gaspur hvar ég vildi hafa þetta og hvernig ég vildi hafa þetta. Ég búin að keyra hérna Borgarnesi, ég aldrei mikið í loftinu og læti í mér. Við bara tökum Brákari, rífum öll húsin í Brákari og gerum bara eitt risasafn, Íslands sögursafn, og þetta verður sögueyjan Brákari. Og Páll bæjarstjóri horfði á mig svona sem horfði á brjálaðan mann, sagði Kjartan minn, þetta ekki ríkasta sveitarfélag á Íslandi, vil að segja það. Og en þetta góð hugmynd og þeir svona innblásin í að vilja gera eitthvað. Þannig að ég held að ef þið farið þessa þróunarvinnu, þá sé algjörlega nauðsynlegt að þið skrifið viðskiptaáætlun og farið í það alveg nákvæmlega hvernig á að framkvæma þetta. Viðskiptaáætlun, ég er listamaður, ég ekki í business, ég kann ekki að búa til viðskiptaáætlun, það ger ég ekki. Allt í lagi, við höfum hagfræðinga hjá SSV sem geta gert þessa viðskiptaáætlun fyrir ykkur og bara, aðstæðu ykkur. Ok, þá var það þannig, sagði ég. Já, en gallin sá Kjartan að viðskiptaáætlun kemur eiginlega þeim einum að notum sem gerir hana. Ef þú ætlar að fara framkvæm eitthvað og það gerir viðskipt, þá þarf sá sem framkvæmið að þekka í hörgul viðskiptaáætlunina. Hvað kostur og galli og hvert einasta skref sem á að taka í því að búa til þetta safn eða þetta fyrirtæki. Þannig að ég vil að þið gerir þessa viðskipt og að hagfræðingarnir okkar séu bara eitthvað til aðstoð, það verður stórkostlegt. Við sem, já, ok, já, reynum það, hvort að við höfum vit og gáður í það. Heyrðu, það ung stúlka, Ásthildur Sturludóttir, hún var að vinna hérna það hjá SSV, núna sveitarstjóri í Patreksfirði. Við vinnum bara viðskiptaáætlun, hún kemur já, nei, þið þurfum að gera þetta betur, þetta þarf að vera nákvæmar og við gerðum semst á þessum vetri viðskiptaáætlun sem að, já, var það góð að hún stóðst það vel að þeir hafa fengið okkur oftar en einu sem oftar en tvisvar að halda fyrirlestur hana upp í viðskiptdeildinni í Bifröst. Þannig að einu leitur styrst hún samt alls ekki. Já. Við gerðum ráð fyrir að þetta hér stofnað safn og að það myndi starfa hérna svona 4 til 6 manneskjur. En raunin það er ekki svo. Sirri getur sagt okkur hvernig það breyttist. Betur frá því, já. Sirri, þið gerðu viðskiptaáætlun, við heyrðum hann Kjartan fara yfir það, forsöguna og hann talaði það að hún stæðist ekki að einu leyti og þið gerðu ráð fyrir 4 til 6 í mestalagi í starfsmannafjölda. Raunin varð svo hver? Sko raunin var allt önnur og núna erum við með svona á sumrin erum við með svona 25 til 30 manns og á ársgrundvelli erum við með 17 til 18, ég gerði ráð fyrir að vera 20 heil stöðugildi, ársverk. Já. Það stundum hérna það 40 manns að vinna, stundum það náttúrulega á veturna náttúrulega færri. En þetta bara orðin stór vinnustafur. Hvað ég veit að þetta sprettur ekki af sjálfum sér. Eitt að fá hugmyndina og svo að fá fjármögnun og allt það, þegar það í höfn og svo bara framkvæmd og rekstur. Þú ert búin að taka svolítið hittan og þungan af því. Já, sko það náttúrulega lykillinn líka að öllu svona að þá við sem svona svolítið tvö og svona dróum kerruna svona svolítið fyrst, þá ábúðslega mikilvægt að vera með gott fólk með sér. Og ég lærði það áður í mínu fyrri störfum að maður á alltaf að biðja besta fólkið og fá besta fólkið með sér. Og listamennir sem komið að þessu og bara fólki sem hefur verið að vinna með okkur og við höfum líka fengið mjög mikið stuðning frá sveitafélaginu og jákvæða viðtökur frá fólkinu í umhverfinu og það í raun og veru alveg lykillinn að þessu. Það var náttúrulega fullt af fólki sem kom í Borgarnes áður en það fór bara aldrei niður í bæ.
hér var bara einhvern veginn ekkert við að vera og það verður alltaf eitthvað að vera við að vera til þess að fólk geti komið og það hefur bara sýnt sig og það sem er svo gaman að við höfum líka fundið að því þegar við vorum að gera þessar sögur í Landnámið og Egilssögu þá héldum við að þetta væri bara fyrir útlendinga því að Íslendingar læra þetta allt í skólanum en við erum að fá líka íslenskar fjölskyldur og Íslendingar sem hafa komið og þeim finnst bara gaman að rifja þetta allt saman upp og krakkarnir, við erum með barnaleiðsögn þannig að við höfum mjög gaman að fá krakka hérna. Ef við förum aðeins yfir þessar grunnsýningar hjá okkur, þær eru nefnilega svo skemmtilega framsettar. Þær eru svo myndrænar og svo eitthvað grípandi. Það er það sem að listamennirnir sem við talaðum áðan, þeir koma að uppsetningu á því. Sko, það var þannig að Kjartan hann gerði bara svona skissur og við töluðum það hvaða tilfinninga á að vera í hverjum skets. Þetta eru hálftíma leiðsögn, þetta er svona 1 mínúta fyrir fram að hverja mynd, þannig að þú ert aldrei lengi, alltaf komið eitthvað að sjá eitthvað nýtt. Og síðan bara völdum við listamennina til þess að vinna þetta og það var eins og þú segir, sko, þegar þú biður besta fólkið, Aðalheiður Eysteinsdóttir er þarna, það er alveg sko, úrval Helgi Björns og það er Brian Pilkington, fullt af mönnum og fólki og þá kemur alltaf eitthvað betur en þú átti von á og það er það sem er svo gaman, það var svo gaman að púsla þessu saman og það er í raun og veru lykillinn að þess að þetta er, sko í raun og veru er þetta ég segi ofta að Egilssýningin, hún er í raun og veru listasýning. Málið er að yfirleitt þegar ég frá söfn, þá bara missi ég, ef ég þarf að lesa mikið, þá bara missi ég einbeitinguna eftir 2 línur. Og þess vegna hugsaðum við þetta, við ætlum bara að hafa þetta sögustund og þetta er bara eins og þetta gangin í myndabók. Og það er verið að segja þér sögu og þú þarft ekki að lesa neitt sjálf, það er bara að hlusta. Og það er það sem er svona grunnurinn að þessari aðferðafræði.